Tenerife. Sumarið handan við hornið. Skoðaðu áfangastaðina á icelandair.is. Icelandair. Okkur hefur borast aldrei eyrna Guðni Halldórsson formaður LH að það standi til að reyna að blása lífi í glæðurnar hvað varðar HM á þetta verið aukast síðast. Já, eftir að aflýsing HM kom fram frá Five, þar sem að þáverandi mótshaldari og stjórn Five komast þeirri niðurstöðu að það yrði ógerlegt að halda heimsmeistaramóti í þeirri mynd sem stefnt hafi verið að í Herning. Í byrjun ágúst þá byrjuðum við að tala saman formenn Norðurlandaþjóðanna og það hefur verið svona undir minni forystu og formanns danska sambandsins og norska og sænska og finnska og færiska hafa verið með okkur á fundum og svona á hliðarlínunni og það okkar vilji að láta allavega reyna á það, að reyna til þrautar hvort það sé einhver möguleiki að lífga við hugmyndinu HM. Það náttúrulega gríðarlega mikilvægt fyrir greinina og fyrir bara hestamennskuna og afreksstarfið í heild að við missum ekki niður heimsmeistaramóti í heil 4 ár og ekki síst fyrir ungmennin okkar að fá að spreyta sig á hæsta leveli og bara alla okkar afreksknappa og menn eru búin að gera plön og þjálfa hesta og fjárfesta mikið og þetta afar bagalegt ef ekki getur orðið af neinu móti en málið ekki einfalt og við höfum fengið tíma frá stjórn Five þangað til á morgun til að skila inn skriflegu proposali eða hvað kallast tilboði hvort og hvernig við teljum þetta gerlegt og nú bara þessa dagana legið yfir fjárhagsáætlunum og sóttvarnar viðmiðum og öðru og það þá hugmyndin að mótið yrði ef hægt verður sem ég vona en það ekkert í hendi að þá verði það fært aðeins aftar seinnipartinn ágúst, byrjun september og yrði þá án áhorfenda, yrði þá streymismót en ég tek skýrt fram að þetta alls ekki komið á þann stað að þetta sé eitthvað í hendi og það getur vel verið og það ennþá alveg möguleiki þeir séu það mörg ljón í veginum að þetta verði ekki en það er þá allavega eins og ég segi, það okkar skylda og bara okkar sem erum í forystunni að reyna til hlítar, sjá hvað við getum gert og sjá hvort það séu möguleikar í stöðun og það er svo sem bara það sem við erum að vinna með bara hagsmuni hestamennskunnar, Íslands hestamennskunnar að leiðarljósi að athuga hvort það sé eitthvað möguleiki að endurlífga þessa hugmyndum heimsleika með þessu móti en það tíminn skammur og þessi veira er erfið og við vitum ekki hvort þetta muni ganga eða hvort við munum ná að koma inn þessu proposali innan tilskilins tímafrests og svo ef að það verður að þá þarf auðvitað stjórn Five að taka það fyrir og bera undir aðildarlöndin og það algjört skilyrði af hálfu Five að þetta auðvitað gangi upp og að þetta verði þá alvöru heimsleikar að allar aðildarþjóðirnar eða langflestar muni treysta sig til að taka þátt og við höfum svo verið í sambandi við formenn og svona lykilfólki á flestum samböndunum undanfarna dag og vikur og menn eru svona að melta þetta og það vilji en ég vil bara taka það aftur fram að þetta bara á þessu stigi núna og það ekki hægt að ganga út frá því að þetta mótverði. Þetta bara við erum að reyna og viljum bara vera 100% viss að þetta hafi ekki verið hægt áður við gefumst upp og ég nú bjartsýnn maður í eðlinu og reyni bara í mínum störfum og öllu að reyna alltaf til þrautar og við erum þar núna. Þannig að það svona bara ágætt að þetta komist í loftið að þessi vinna sé í gangi, hvort sem hún leiði svo til í ákveðna niðurstöðu ekki. En það sé þá ekki einhverja sögursagnir eða flökkusögur á lofti eitthvað. Þetta allavega, það vilji aðilega til að reyna en svo að koma í ljós hvort það gangi. Hefur hún nefnir nokkur lönd, samstaða meðan allra Five landa þetta að reyna til hlítar? Það verður náttúrulega að reyna á það þegar kannski liggur fyrir með hvaða formi og annað en þau lönd sem við höfum og ég og við höfum verið í sambandi við það verið mikil ákveðni og mikil vilji til þess að sjá hvort það hægt sé að ná til lands í málinu en
og engin svona eitthvað sérstaklega neikvæður eða mótfallin en það eins og segið, það eru mörgum spurningum ósvarað og það hefur ekkert verið gengið á menn með já eða nei á þessu stigi sko en það jákvæðni og vilji til þess að reyna. Hvernig hvenær verður mótið haldið, verður það á sama tíma og fyrir hvað var ef að þessu verður og hvenær áttu vonaði að fá svör hvort þetta verða veruleika ekki? Það ekki gerlegt að hafa á sama tíma, það ljóst, það náttúrulega fyrstulega út af því að með því að færa það aftur að þá aukast möguleikarnar sem búið að rýmka enn frekar sóttvarnar aðgerðum og bólusetningar séu lengra komnar. En síðan það nú bara þannig eftir að mótinu var aflýst með formlegum hætti að þá hafa nokkra þjóðir sett sín þjóðamót á þessa helgi, bæði þjóðir og Svíar allavega. Þannig að við erum að horfa á seinnipartinn í ágúst, byrjun september ef að verður og öllum líkindum hreint streymismót. Og hvenær eigum við von á endanlegu svari? Ef að niðurstaðan verður svo að menn telja að hægt verði að skilin proposali sem við treystum okkur til að standa við sem það mun skýrast í dag og þetta sveiflast nú aðeins til bara frá klukkutíma til klukkutíma að þá verður því skilað inn, deadline var 20. sem á morgun held ég og svo mun þá stjórn 5 funda málið í kjölfarið og þetta þyrfti náttúrulega að vera með eitthvað svona afbrigði af reglum og örlítil frávik og spurning hvernig það gengur gagnvart stjórn og regluverkinu sem mjög strangt og til þess að þetta geti talist heimsleikar og formfast og svo í framhaldinu ef þessi 2 þættir ganga upp að þá á ég vona að málið verið borið upp við landssamböndin sem að taka þá afstöðu en þetta verður að gerast mjög hratt ef á að verða því að menn eru að gera plön með sína hesta og annað og þannig að þetta ræðist bara næstu viku, 10 dögum verður bara að gera það og í aðra hver áttina og eins og ég segi ef þetta gengur ekki upp þá allavega vil ég geta sagt við reyndum þó, við gerðum það sem við gátum það svona það sem við erum að vinna með en ef það ekki hægt þá ég líka fyrsti maður til að segja að vera ekkert að berja hausnum við steini með það þá það bara þannig en það var þá allavega reynt. Takk fyrir þessar upplýsingar Guðni, gangið vel. Sömuleiðis. Gerum þetta saman. Bíkó.